Sigga-Dögg á K100,5. Jæja, Ilmur, þú ert hérna mætt til mín og hérna, þú varst að segja mér svolítið skemmtilega MSN-sögu. Já, heyrðu, það var nú þannig að ég bjó út í Danmörku þangað til ég var 14 ára Já. og síðan fréttist svona, sko, fólkið sem að ég var með í bekk frá 1. til 3. bekk að ég var að fara að flytja heim aftur hérna í lok 9. bekk. Þá allt í einu fóru fullt af strákum og adda manni á MSN og svona og þá var komið þetta webcam og voða fínir í og þeir voru bara undir mannum að flassa í gegnum MSN. Já, strákur á þínum aldri bara. Strákur á mínum aldri og aðeins eldri. Voru þeir eitthvað að flassa? Það kom fyrir. Ok. Þótt maður hef ekki beðið um það. Ég skil. Og síðan voru svona útlendingar inn á milli líka, Adamanni og MSN og maður vissi ekkert hver þetta væri og þeir voru vildi endilega fá að sjá eitthvað hérna á webkamerunni. Vá, spáði hraða á interneti. Skilur, þegar ég var á þessum samaldri þá var bara yrkið og þá mitt líka, þú veist, það var bara föstudagskvöld og við bara hittum strásur fram á tölvuna og varum að klæmast við eitthvað lið nema svo flæktust málin þegar það byrjuði allar skammstafinnar. Mást þetta þeim? Já. Svona eitthvað, þú veist, hvertu gömul, í hverju ertu og þú veist, og svo mannlega laugmar. Aldursstaður kyn. Já, aldursstaður kyn, hvað ég lengi að ná því maður. En hvernig það? Ekki varst að flassa tilbaka eða? Nei, maður lét það nú vera, sko. En að klæmast smá netinu? Já. En það ekki? Jú, maður hefur verið lengi að því. En fattaðir aldrei kannski að taka mynd af þeim sem voru að klæmast í þér á netinu? Ég tók eina góða mynd. Já. Ég bara týndi henni. Nei, þetta er ekki hægt. Ég ætla að krefjast þess á meðan við dettum í auglýsingar að við gröfum upp þessa mynd. Nú er ég bara forvitin, ég vil sjá svona gamaldags webcam flash. Sigga-Dögg á K100,5. Já, Elmi, við vorum að tala um tott. Já. Í mínum grunnskóla, þá var tottað og það þótti ekkert tiltökumál. Við varum ekkert, þú veist, þá var bara einhvern veginn svona eitt af þessum gert og var bara eitthvað stuði kringum það. Það var enginn eitthvað að kippa sig upp eða það var bara ótrúlega fyndið og það var samt ekkert, mér minnir ekki að hafa verið mikil umræðum að gleypa sæði. Það var ekki einhvern veginn tottað það lengi. Hvernig var þetta hjá þér? Ég man nú ekkert svo mikið eftir þessu, sko. Ég held að, sko, árgangurum minn hafi meira verið svona sleik árgangur, sko. Já, ok. Það var allavega ekki mikið tala um það að það væri verið að totta hér og þar. En síðan nokkrum árum seinna, sko, þá byrjaði þetta með að maður heyrði að stelpur var að totta fyrir frítt far í bollana og Tívolí-tott, nákvæmlega. Hver er ekki til í það? Hver er ekki til það? En sko, ég er þeirra skoðunar að einhver, þú veist, jú, ég er ekki að segja að enginn hafi gert það, en þetta varð ekki, þú veist, fólk fekk alveg pening til að kaupa sér miða í bollana. En það voru ekkert stelpur bara hérna tottandi í hrönnum til að komast í bollana. Nei, það held ég ekki. Þetta hefur bara verið svona ein og það hefur bara dottið út í krátið, sko. Að því að annað við þetta líka, sko, sérstaklega því þarna eru líka útlendingar, bollarnir, það voru oft útlendingar vinnaðar og það þykir ennþá svolítið tabú á Íslandi að vera með útlendingi. Já. Það er svona held ég að það við þótt eitthvað svona, já, hún er bara með að frítt fara í bollana, en stelpan geta að verið bálskotin í þessum billi þarna sígauna sem ferðaðist Evrópu með bollatívolíið, sko. Já, þetta er líka svo lítið land, sko. Það er fínt að fá okkur svona utanaðkomandi. En svo líka gleymi stundum að kynlíf getur líka verið ákveðið svona bragging right, sko. Kynlíf getur verið svolítið svona hei, veistu hvað ég er búin að prófa? Já, sérstaklega þegar maður er svona ungur. Já, var það ekki þannig á ykkur líka? Jú, þetta er svona, já, ok, vinsæla stelpan, þú veist, hún er búin að totta. Nú verð ég að prjófa að totta líka, sko. Já, það er endur, ég myndi rannsóknir stiða það að hópþrýstingur, þó þetta sé ekki kannski beint hópþrýstingur, en þetta er samanburður milli jafnaldra, hann hefur ótrúlega sterk áhrif á kynhneigðun og allavega sá ég einhver sko 10% varians eða sem sagt, já, að það allavega kantaði fyrir einhvers konar 10% dreifinga á því að ég kann ekki útskýra almennilega að því ég er bara eitthvað stjarnfræðilega öfugsnúin í kvöld og kann ekki að tala. En þetta er eitt af þessum faktorum sem við þurfum að skoða þegar við erum að tala um kynhneigðun ungs fólks. Og ég meina, ég átti vinkonu og enn og aftur, það er 8 ára milli okkar. Ótrúlega bollarnir hafi verið til á mínum tíma og á þínum tíma. En ég átti vinkonu sem einmitt var alltaf að láta eitthvað gaur putta sig hérna í bollanum. Í bollanum, á meðan þeir voru á ferð? Já, að því að hann sko, veist, að þetta var eitthvað atriðmyndi með henni Reese Witherspoon, þar sem hann Mark Wahlberg putta hana í rússípannanum og ég man svo eftir sem vorum 13 ára í bíó, ég gleymi þessu aldrei og við vorum bara, ok, kynferðisleg markmið, hann á 9 hæðum, það er eitthvað við rússípannan og þetta var sýnt
sko, bara, þetta var syngt, bara mjög beint, sko, og ekkert klift utan að þið. Og svo hérna átti ég mitt vinkun sem var mjög kynferðislega opinská og svona bara go-getter og hún var eiginlega svona leiddi myndi ég segja hópinn í kynhegðun og og ég man eftir að hún mitt vingaðist þarna við eitt bollastrák og þau voru eitthvað í bollan að kela. Okay. Og það var eiginlega meira bara svona, ég meina hún var ekkert að fara að gerast sígunni, hún var ekkert í My Big Fat Gypsy Wedding bara að fara að stinga af með honum. Nei. En þetta þótti svona einhvers konar status. Já, að hafa kelað í bollanum. Já. En ég meina voru þið eins og ég hef aldrei á þessum leikjum? Já, sannleikin á kontor eitthvað svona dæmi, sko. Já. En jú, við vorum alveg svolítið í því, sko. En mér finnst, sko, samt svona áhrif annara á, sko, ungt fólk í dag. Mér finnst það einhvern veginn svona miklu minna. Mér finnst ég heyra miklu meira 17-18 ára krakka sem eru kannski bara að geima sig eða þannig. Þú veist, þeir vil ekkert gera það með hverjum sem er. Það hef ég allavega heyrt svona upp á síðkasti, sko. Ok. Svona frá 17-18 ára aðilum. Og mér finnst vera minna eins og litli bróður minn að hann er 15 ára og bara hlutinni sem ég gerði þegar ég var 15 ára þeir, þú veist, komast ekki nálægt því sem hann er að gera núna, sko. Nei, hann er svo stiltur og fólk hugsa núna með sér, já, hún heldur það en ég veit það, sko. Og þetta er svona... En hvaðan fékkst þú þá þínar hugmyndir? Ég er náttúrulega bjóð í Danmörku til að byrja með. Danir eru svolítið framalega. Ég byrja að drekka ung og byrja að tala kynlíf og hugsa kynlíf mjög snemma. Ég misti nú ekkert meit og með neitt eitthvað óeðlilega snemma, sko. Nei, meðalaldurinn er sko rúmlega 15 ára, milli 15 og 16. Já, ég var 15 ára, sko. Og en ég held að það hafi líka verið ástæðan fyrir þessu MSN-addi, var að ég var svolítið svona spennandi, sko. Ég hafði búið í Danmörku og ég hafði prófað svona hitt og þetta og vinkonum minn kom í heimsókn til mín til Danmörkur og við fórum í Tivoli og við fórum og keyptum okkur brísir, sko, þú veist. 13-14 ára gamlar og það þótti náttúrulega alveg voðalega töff og við vorum að tala við þessa og stráka og... Já. Þannig að þú varst kannski sexy girl 97 eða eitthvað svona á MSN-i og varst í klámspjalli. Já, þetta segja það. Já, þetta voru gömlu góðu dagarnir. Hvar klámspjalli í dag, spyr ég? Sigga Dögg á K100,5.